Nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Góði faðir, þakka þér fyrir það að þú hefur gefið okkur þitt orð. Þú talað gegnum spámennina á þessum síðustu tímum gegnum son þinn Jesú Krist. Og við þakkum fyrir að það orð er komið til okkar gegnum þjónustu manna sem hafa ritað niður orð þitt og sem hafa borið það áfram til nýrra kynslóða og fyrir alla þá sem hafa verið trúir köllun þinni, þannig að orðið hefur komið til okkar og við biðjum það að við fáum að vera trú köllunin einnig, þannig að við berum orðið einnig til næstu kynslóðar. Svo biðjum að vera með okkur þessa stund og þegar við förum í gegnum predikunateksta og lestrateksta sunnudagsins. Í Jesú nafni. Amen. Við byrjum á því að fara í Sálm 145 sem er fyrsti lestrartekstinn og lesum hann. Þetta er lofsöngur. Ég vil vegsama þig, ó Guð minn, þú konungur, og prísa nafn þitt aldur og ævi. Á hverjum degi vil ég prísa þig og lofa nafn þitt aldur og ævi. Mikill drottinn og mjög vegsamlegur, mikileikur hans órannsakanlegur. Ein kynslóðin vegsamar verk þín frammi fyrir annari og kunngjörur máttarverk þín. Þær segja frá tign og dýrð vegsamdar þinnar. Ég vil syngja dásemdir þínar. Og mátt ógnarverka þinna tala þær. Ég vil segja frá stórvirkjum þínum. Þær minna á þína miklu gæsku og fagna yfir réttlæti þín. Og svo það seinni ritningalesturinn sem er úr Postulasögunni, úr 4. kafla og talar hérna hvernig söfnuðurinn var, þessi fyrsti frumsöfnuður. En í þeim fjölda sem trú hafði tekið var eitt hjarta og ein sál og enginn þeirra taldi neitt sitt vera hann átti, heldur höfðu þeirra allt sameiginlegt. Postularnir báru vitni upprisu drottins Jesú með miklum krafti og mikil náð var yfir þeim öllum. Eigi var heldur neitt þurfandi meðal þeirra, því að allir landeigendur og húseigendur seldu eign sína og komu með andvirðið og lögðu fyrir fætur postulana og sérhverjum var úthlutað eftir því sem hann hafði þörf til. Nú, áður en við höldum áfram í Guðspjall sunnudagsins, þá bara nokkur orðum þennan texta, að þessi texti stundum skilinn sem einhvers konar kristinn, kannski kommunismi eða eitthvað í þá veru, og stundum notaður þannig eins og það sé eitthvað sem að kristnir menn ættu að sækjast eftir fyrir einhverjum að beita sig gegn. Og hér það náttúrulega augljóst að það í fyrsta lagi gengur ekki upp. Þetta var skamman tíma sem þetta var svona í söfninu þarna. Nú þar að ekki, það ekki þannig að allir seldu allt. Hérna voru landeigendur sem seldu eign sína og húseigendur, en það voru líka margir sem áttu húsin sín og enda söfnuðust menn í húsunum. Þeir brutu brauðið, eins og stendur í 2. kafla, í heimilunum. Og síðan þegar það kemur í 5. kafla og við heyrum Ananías og Safíru, þá svarar líka Pétur því að lóðin var þín, máttur ekki eiga hana eða gera það sem sýndist við hana. Þegar Ananías lýgur andvirðið sem hann seldi lóðin sinna á, því hann seldi hann og hélt sumu undan og lét eins og hann hefði gefið allt andvirðið til safnaðarins. Þannig að það augljóst að það var ekki þannig að allir seldu allt, en á hinn bóginn þá var umhyggjan fyrir náunganum í þessu söfnuði nokkuð sem að verður erfitt að finna aftur í dag. Og allir báðu umhyggju hver fyrir öðrum, þess vegna verður enginn sem verður þurfandi. Þeir seldu heldur eignir sínar heldur en einhver ætti að vera þurfandi í söfnuðinum. Og ég hugsa að hér, ef maður reynir að setja þetta í samhengi við einhvers konar pólitískt kerfi sem á að sjá til þess að enginn sé þurfandi, þá einn meginmunur á þessum tveimur nálgunum og það einmitt þessi umhyggja sem að þessi fyrstu kristnu menn
báru hver fyrir öðrum. Samfélag eða kerfi, ríkið getur ekki boðið umhyggju fyrir neinum. Íslenska ríkið ber ekki umhyggju fyrir neinum. Heldur ekki norska ríkið eða hvaða ríkið sem gerir það ekki. Ríkið skilur bara réttindi. Og ríkið getur búið til réttindi sem að allir hafa og það þarf maður að berjast fyrir sínum réttindum. En það sem gerist hér það umhyggjan sem þvingar þetta fram og þvingar fram að það sé komið fram við alla af virðingu og sé til þess að enginn líði neina neyð eða sé þurfandi. En það er smá bara þennan texta áður en svo höldum áfram í predikunartextan sem kemur úr Markúsar guðspjalli úr 16. kafla og hann byrjar svona, það er dálítið áhugavert að hann byrjar í versi 9 og mér finnst ágætt maður áður að lesa textan að bara fletta aðeins tilbaka og 16. kafla 16. kafli byrjar sem sagt á upprisusögunni. Hér sagt frá því þegar Jesús rís upp frá dauðum eða þar segja þegar konurnar koma til grafarinnar og finna hana tóma og finna engil sem segir þeim að hann sé upprisin. Og 8. vers mörguleyti svolítið einkennilegt. Þær fóru út og flýðu frá gröfinni því ótti og ofboð var yfir þær komið. Þær sögðu engum frá neinu því þær voru hræddar. Og síðan byrjar textin sem verður predikunartexti sunnudagsins eða guðspjall sunnudagsins. Og hér mætti maður halda að það verið lesið frá 9 til 16 eða 9 til 20 ætla ég að segja, en það er stoppað í lok 14. vers í staðinn. Þannig að við lesum þennan texta eins og hann skrifaður í textabókina. Þegar hann var upprisin árla hinn fyrsta dagvikunar, birtist hann fyrst Maríu Magdalenu, en út af henni hafði hann rekið 7 illa anda. Hún fór og kunngjörði þetta þeim með honum höfðu verið og hörmuðu nú og grétu. Þá þeir heyrðu að hann væri lifandi og hún hefði séð hann, trúðu þeir því ekki. Eftir þetta birtist hann í annarri mynd, 2 þeirra, þar sem þeir voru á göngu og leið út í sveit. Þeir snéru við og kunngjörði hinum, en þeir trúðu þeim ekki heldur. Seinna birtist hann þeim 11, þegar þeir sátu til borðs og ávitaði þá fyrir vantrú þeirra og harðúð hjartans, að þeir hefðu ekki trúað þeim sáu hann upp risinn. Og síðan heldur textin áfram út kaflan og út Markúsar guðspjall með því að segja frá Kristniboðs skipun hérna og síðan svona ágrip einnig á það hvernig frumkirkjan var eins fram kemur í postulasögunni og uppstigning Krists kemur þarna fyrir í versi 19. Og það sem áhugavert við þessi vers að Markúsar guðspjall virðist taka svolítið aðra stefnu. Ef við lesum vers 1-8 hérna þá það frásögn sem svona samanhangandi og frá versi 9 þá þetta svona punktar. Þetta samantekt í punktum yfir það sem gerist á eftir upprisu Krists. Og margir hafa haldið því fram að þessi vers hafi ekki verið með upprunalega í Markúsar guðspjalli, heldur hafi það stoppað eða endað eftir 8. vers. Þess vegna settur þessi hornklófi hérna áður en versið byrjar og svo kemur síðasti hornklófin hérna í lokin og ef þið lítið í biblíu sem ég nota 1981 útgáfuna eða jafnvel þessa hér, biblíu 21. aldar, þá einnig með neðanálsgrein sem segir að þetta vanti í sum handrit og þá kannski jafnvel að það standi reyndar ekki í þessum tveimur, en eins og í enskum útgáfum getur staðir í sum af elstu handritunum vanti þetta. Og það hefur verið skrifað mikið þetta í biblíuskýringum og það til ýmis skilningur á þessu, það reynda til annar endi líka í einhverjum handritum, miklu sjaldnari, en elstu handritum, það rétt, þær stoppa eftir 8. vers. Og sumir myndu kannski telja það skrítið að nota sem predikunartexta
vers sem eru þarna umdeild þá, hvort þau eiginlega heyra til Guðspjaldsins. Og það má aðeins svona hugsa þetta, hvað þýðir þetta? Þýðir þetta það að vers 9-16 eða 9-20 eru ekki hluti af heilagri ritningu? Í versta falli þá myndi það þýða það. En þessi vers hafa fylgt kirkjunni frá því allavega á 4. öld. Við eigum, það eru til handrit frá hérna, nú segi 4. öld, 5. öld á við, frá 5. öld sem hafa þessi vers með. Í öðru lagi þá ekkert í þessum versum sem ekki kemur fram í hinum guðspjöllunum eða í postulasögunni. Þetta eru svona punktar sem benda á lengri frásagnir í hinum guðspjöllunum og í postulasögunni sem ekki eru umdeild. Þannig að innihaldið það ekkert vandamál við innihaldið í þessum versum, alveg sama hvað. En svo spyrja menn, hvað ef guðspjallið endaði á versi 8? Þá endar það á því að konurnar hafa heyrt það að Jesús risinn frá dauðum, þær hafa ekki séð hann og þær vita ekki hvað að gera og þær eru hræddar og það segja engum. Getur verið að guðspjallið hafa endað þannig? Nú hefur umræðu líka það og textin virðist enda furðulega ef hann endar þannig. Þannig að ein kenning svo að síðasta síðan hafi dottið af í byrjun og síðan hefur einhver bætt við þarna versi 9-20 til þess að bæta upp þann missi. Og það margt sem bendir til þess að það gæti verið. En það líka hugsanlegt að það ætti að guðspjallið hafa átt að enda á versi 8. Nú ef svo af hverju endar það svona? Og þetta svolítið, það áhugavert að þetta svona stef, þessi ótti og ringulreið sem kemur yfir fyrst postulana, þeir skilja ekki hvað að gerast. Og vantar skilja ekki hvað að gerast. Og augljóslega hafa einhvern tímann sagt þetta, því annars væri það ekki skrifað niður. Og þá getur maður spurt, nú hver það sem skrifaði Markús og Guðspjall? Og það eru menn að mörgu leyti sammála að það eru þetta Markús sem stendur á sem titillinn Markús og Guðspjall. En hver var þessi Markús? Mögulega Jóhannes Markús. Hugsanlega telja menn að það var maðurinn sem hlaup burtu nakinn þegar Jesús var tekinn höndum. En ef það var Jóhannes, eins og hefðin segir, Jóhannes Markús, þá vann hann með Pétri, postula. Og þá talið að Markús Guðspjall sé einmitt það ræður sem Pétur postuli fór með. Þetta sé af mörgu leyti Péturs Guðspjall. Og einn af, ég held að ég fari rétt með það, var Justin Martyr sem kallaði þetta einmitt dagbók Péturs. Markús og Guðspjall. En Markús vann við honum, það var Papías sem sagði frá því síðan í lok 1. aldar. Og þetta svona smá reyna bútlir á mann og þá spurningin, af hverju endar þetta svona ef það var ætlunin? Og það sem þá hefur hugsað að postularnir, Pétur og hinir 11, maður þá til með Matthías líka sem kom í staðinn fyrir Júdas, þeir höfðu mjög ákveðið hlutverk og það var að vera sjónarvottar hinn upprisna Krist. Og þá kemur öll sagan, hún sögð svona og það að lesa allt Guðspjallið og síðan kemur vitnisburður sjónarvottsins sem hefur séð Krist upprisin. Og mér finnst þetta svolítið áhugaverð kenning. Getur þetta verið? Það sem má bera saman við þá frásögn Páls í 1. Korinthubréfi kafla 15. Og hér segir hann náttúrulega fyrst upprisu Krists. Við lesum frá versi 5. Segir Páll frá því, hann birtist Kefasi síðan þeim 12. Því næst birtist hann meir en 500 bræðum í einu sem flestir eru á lífi allt til þessa og nokkrir eru sofnaðir.
Síðan birtist hann Jakobi og því næst postulunum öllum. En síðast allra birtist hann einnig mér eins og ótímabundið. Nú, síðan spurningin hvað það sem svona mikilvægt við upprisu Krists? Jú, upprisa Krists það sem allt veltur á. Og hérna frá versi 12 skrifar hann þetta. Ef nú predikað að Kristur sé upprisin frá dauðum, hvernig geta þá nokkrir í það sagt að dauður rís ekki upp? Ef ekki til upprisa dauðra, þá ekki Kristur ekki heldur upprisin. Og ef Kristur ekki upprisin, þá ónýt predikun vor. Ónýt líka trú yðar. Við reynumst að vera ljúfvottar Guð. Þar við höfum vitnað Guð að hann hefði uppvakið Krist, sem hann hefur ekki uppvakið. Svo framalega sem dauðir rísa ekki upp. Því ef dauðir rísa ekki upp, Kristur heldur ekki upprisin, og ef Kristur ekki upprisin, trú yðar fánýt og þér enn í syndum yðar. Og þá einnig þeir sem sofnaðir í trú á Krist glataðir. Ef von vor til Krist nær aðeins til þessa lífs, þá við verðastir allra manna. Það sem við fengum hann í versum 5 og 11, það að Páll bendir á sjónavottana. Og síðan kemur hérna að lokum hvað svona mikilvægt við þessu sjónavotta, það sem þeir hafa að segja. Jú, það að þeir bera vitni að Jesús risinn upp frá dauðum. Þeir bera vitni upprisu Krists. Þeir sönnun þess að Kristur upprisinn. Og enn þann dag í dag þeir sönnun þess að Kristur upprisinn. Við höfum þetta auðvitað skrifað niður í Biblíunni. Og síðan vitum við það að postularnir, allir nema Jóhannes, þeir létu lífið sitt fyrir þennan vitnisburð að Kristur sé upprisinn frá dauðum. Og getum að hugsa sér að 11 menn, og svo síðasti sendur í útlegg, 11 menn láti lífið fyrir eitthvað sem vita ekki satt. Það óhugsandi. Og Páll bendir hérna á ennþá fleiri. Að þeir myndu láta lífið sitt fyrir eitthvað sem viss að væri ekki satt. Það algjörlega óhugsandi. Kannski eitthvað sem þeir héldu að væri satt. Eða þeir myndu halda fram einhverju ef þeir getur grætt á því sem þeir viss að væri ósatt. En að láta lífið, það algjörlega óhugsandi. Postularnir sjónarvottarnir sem að segja okkur það og sanna það fyrir okkur að Kristur upprisinn frá dauðum. En aftur að Markúsar guðspjalli, ef við kíkjum nú á hvað innihaldið hérna, hverju sagt frá. Þá sagt frá ákveðnum hlutum sem við finnum sem sagt í hinum guðspjallunum. Þetta svona ábendingar, farið þangað og lestu þessa sögu. Vers 9, þegar hann var upprisinn árlega fyrsta dag vikunar, birtist hann fyrst Maríu Magdalenu, en út af henni hafði hann rekið 7 illa anda. Og þessa sögu Maríu Magdalenu finnum við í Jóhannesar guðspjalli í kafla 20, versi 11-18. Og þar sagt frá því hvernig hún í garðinum og Jesús birtist henni þar. Og hún heldur fyrst hans í garðyrkjumaðurinn, en síðan þegar hann segir nafn hennar þá átt að sjá á því að þetta Kristur sjálfur upprisinn. Og svo tekur Markús hérna fram að hann hefur rekið út 7 illa anda úr Maríu Magdalenu. Og mér finnst það vera mjög áhugaverður punktur þegar að María Magdalena sem fyrst kemur á gröfinni og fyrsta vitnið eða hefur þann fyrsta vitnisburð hinn upprisna Krist. Sumir halda því náttúrulega fram að hérna sé kona vegna þess að litið var niður á konur á þessum tíma. Ég ekki sjálfur samfærður að hafa litið niður á konur, allavega ekki eins mikið og sagt En ég held að samt sem aðra skýringi sé önnur. Ég held að hér megi draga línuna til Evu í fyrstu Mósebók. Því Eva sú sem fyrst tekur bita af ávexti skilningstréðsins. Og loforðið gefið til Evu, eða kemur gegnum slönguna, en loforðið að sæði konunnar, ætt konunnar, að frá henni mun koma sá sem brýtur höfuð slöngunar. Og það að sjálfsögðu sonur Maríu Meyjar sem þá að ræða. Og hér fær önnur María Magdalena að vera svo fyrsta
sem kemur út hinum megin, svo fyrsta sem að vitnar hinn uppreisna Krist. Það er allavega mjög merkileg hliðstæða í þessum tveimur konum. Svo stendur hérna að hún fer og kunngerir postulum þetta sem með honum hefur verið og hörmun og grétu, en þeir vildu ekki trúa henni. Af hverju það var, kemur ekki fram og sumir myndu auðvitað hugsa strax að það er af því hún er kona, en eins og við sjáum þá strax á eftir að þeir trúðu heldur ekki karlmönnunum. Þeir fengu vitnisburð bæði kvenna og karla og trúðu samt ekki. Ef við lesum síðan 12:13, eftir þetta birtist hann í annarri mynd tveimur þeirra sem voru á göngu á leið út í sveit. Þeir sneru við og kunngerðu hinum, en þeir trúðu þeim ekki heldur. Og þessi saga er einnig þekkt auðvitað úr Lúkasarguðspjalli úr 24. kafla. Þetta eru þessi tveir menn sem eru á leið frá Jerúsalem og niður að bænum Emmaus og Jesús slæst í för með þeim og útskýrir ritningarnar fyrir þeim, opnar ritningarnar fyrir þeim. Þeir bjóða honum síðan inn til að koma til Emmaus og hann brýtur þetta brauð og gefur þeim og þá opnast augu þeirra að sjá, þetta er nú Kristur sem er með okkur. Og leið og það gerist þá hverfur hann sjónum og þeir hlaupa aftur til Jerúsalem. Þrátt fyrir allar hætturnar úti í myrkrinu og segja apostolunum frá og sem kemur hérna fram þá. En þeir trúðu þeim ekki heldur. Í Lúkasarguðspjalli fáum við það að vita að þeir koma og segja Kristur er sannarlega upprisin og Kefas, Pétur hefur séð hann. Og samt sem áður virðist vera vantrú meðal lærisveinanna. Síðan kemur þá að lokum þetta. Seinna birtist hann þeim 11 þegar þeir sátu til borðs og hann ávítaði á fyrir vantrú þeirra og harðúð hjartans að þeir hefðu ekki trúað þeim sáu hann upprisin. Frá þessu er sagt í Lúkasarguðspjalli á eftir sögunni mennin á leið til Emmaus og líklegast er þetta líka það sem er sagt frá í Jóhannesarguðspjalli í kafla 20 þegar Jesús birtist lærisveinunum þegar Tómas er ekki með þeim. Kannski er það líka faðmað utan hvort tveggja því að Jesús áveitar náttúrulega Tómas þegar hann birtist síðan viku seinna. Ég hugsa að það geti verið erfitt fyrir marga að sameina allar þessar sögur, en eins og við sjáum þegar við kíkjum á hlutina hérna, er að það þessu ber öllu saman. Það er ekki sömu smáatriði í öllum sögunum, í öllum guðspjöllunum, en þegar maður skoðar nánar þá sér maður að þetta passar saman eins og tvær hendur eða þetta passar saman eins og púsl og öll smáatriðin þeir ná að þetta setja þau sem sagt í rétta röð. Þannig að hérna eru þessar sögur og það eru ákveðin atriði sem koma sem eru tekin sérstaklega fram í frásögn Markúsar. Og ég held að ég ætla ekki að nefna öll þau atriði, við komum aftur að þeim. Ég veit hvernig ég myndi vilja segja frá þessum texta ef ég ætla að predika yfir honum. Nú hef ég annan texta sem ég á að nota á sunnudaginn. En það hefur verið gaman að taka næsta skref í umræðu og þá er ég með nokkra spurningur og ég ætla að stöðva upptökuna fyrst. Jæja, þá erum við búin að eiga dálítið langa umræðu og fara víða. Það var mjög hugguleg stund hérna, en við langar aðeins að taka saman textan í lokin og ég nefndi áðan að ég myndi, ef ég væri að fara að predika fyrir þessu texta, þá myndi ég leggja svolítið áherslu á það sem kemur hérna fram að fyrst birtist Jesú Maríu Magdalenu og hún kunngjörði þetta lærisveinunum, en þeir trúðu ekki. Þetta tekið fram hérna, mjög greinilega. Þá trúðu þeir ekki. Síðan birtist þessum tveimur sem eru á göngu út í sveit, þar að segja þeir eru á leiðinni til Emmaus frá Jerúsalem, það kemur fram í
Lúkasguðspjalli. Og þeir snúa við og fara aftur til Jerúsalem og segja við lærisveinarna að Jesús upprisinn, en þeim heldur ekki trúað. Og við vitum það einmitt frá sögunni í Lúkasguðspjalli að Pétur líka hafði séð Jesú. Og allt þetta hefur gerst og hinir lærisveinarnir þeir trúaði ekki. Það ekki bara Tómas sem efasemdamaður, en hann er að lokum síðastur eftir. Hann svo eini sem ekki séð Jesú og hann trúir því samt ekki. Þannig að þetta svona, þeir þurfa allir að sjá Jesú til þess að trúa. Og svo kemur síðan birtist hann í 11, þegar þeir sátu til borðs og ávitað þá fyrir vantrú þeirra og harðúð hjartans, að þeir hefðu ekki trúað þeim sem sá hann upprisinn. Og síðan var það náttúrulega bent á það núna í umræðinu eftir að það sem kemur strax eftir hann sagði við þá, farið allar heim, predikið fagnaðarerindið öllu mannkyni. Sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða, en sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdur verða. Á hvaða grundvelli getur Jesús sagt að það predika fagnaðarerindið og fólk muni trúa á hann? Þegar þetta það sem gerist með postula hans, maður verið með honum í 3 ár og heyrt hann tala, heyrt allt það sem sagt, séð táknin sem hefur gert, séðan reisa fólk frá dauðum og sem samt trú ekki. Nú, það má benda það hér að í Markúsarguðspjalli, í þessum lokaversum þá stiklað á stóru. Það bara sagt rétt frá og svo farið yfir í næsta hlut. Í hinum guðspjallum þá frásögnin gjarnan aðeins lengri, sérstaklega í Jóhannesarguðspjalli. Og þar kemur einmitt fram það að þegar Jesús að senda það út, þegar hann að segja þeim að nú að fara út í heiminn, eins og Faðirinn sendi mig, sendi ég yður, þá segir hann líka meðtakið heilagan anda. Og heilagur andi með í orðum Jesú. Hann fylgjur orðunum, það hann sem gefur okkur trú á hann. Og það megin munurinn. Með heilagum anda getum við tekið við orðum Krists og trúa þeim. Án heilags anda getum við ekki trúa. Og orðin núna send með heilagum anda til þess að við getum öðlast trúna og í trúnni öðlast hjálpræði, eilíft hjálpræði og eilíft líf.